Ásgeir, K.A. bikarmeistari, hvað kemur upp í hugann? Bara stoltur. Þetta búinn að bíða mjög lengi eftir að fá alvöru titil í uppbrekku. Þannig að búið löng bið síðan 89 og fólk á bara ekkert finna skilið. Það látt sér leikurinn og lauka þar, var ennþá stemning í stúkunni. Já, partí á brekkunni í kvöld, það bara svoleiðis og það mun bara halda áfram held ég. Hvernig náðu þið að nýta ykkur vonbrigðin í fyrra fyrir þennan leik? Ég held bara að höfum verið reynslunni ríkari, bara kannski sem skiptir mest í þessu bara undirbúningurinn og svona síðustu daga fyrir leik. Lærum svolítið mikið af því, hvernig við áttum að tækla það. Svo bara nýttum við veikleikana hjá þeim mjög vel og spiluðum bara mjög góðan leik. Er ekki hægt að segja að þetta var alveg verðskuld og þið voru bara betri en þeir? Já, ég myndi segja það. Ég held að við höfum skapað fleiri færi og en auðvitað eins og í seinna áleik bara þeir að setja fleiri menn í sóknin og svona en bara mjög aðstöðum rock solid. Hvernig er að taka við titlinu vann upp í stúku? Bara geðveikt. Bara voru draumur mjög lengi að koma með eitthvað svona fyrir klúbb eins og K.A. sem maður er búinn að vera lengi hjá og búinn að stemna þessu lengi, þannig að bara heiður. Kemur inn á, þið klárið þetta undir lokin, hvernig svona fram á því, hvernig leið þér á bekknum? Bara stressaður og langað að koma inn á bara sem fyrst til að bæði til að róa mig og geta haft áhrif. En bara finnst mér nýta mér tækifæri þegar ég fæ sénsinn, bara eins og í allt sumar. Mér finnst ég búinn að nýta tækifæri mjög vel. Hafðir áhrif og þið klárið þetta bara? Já, og það voru allir glæðir. Hvernig á fagn í kvöld? Ég held að það sé bara upp í vél og brunn upp á brekku og það verður ekki fagnað eitthvað fram á morgundaginn. Var tímabilið undir í dag? Já, pottið. Ef við tapað í dag þá hefur þetta verið vonbrigði, mjög mikil vonbrigði og úr því að við erum í neðri hlutanum og þetta var eina leiðin að Evrópu þá bara þá er hægt að segja að þetta hafi bjargað tímabilinu. Bara rétt í lokin, þú veist að fólki hérna í stúkunni, það eins og þið voru betri inn á vellinu þá var þau bara miklu betri upp í stúkunni. Já, þetta var eina sem maður heyrði og allan tíman sama hvað hvort sem að menn voru að klúðra eða gera einhver mistök allan tíman, þannig að þeir voru 12 maður í dag. Til hamingju Ásgeir. Takk.